Hæ, Guðrún Bergmann hér. Ég með nokkur ráð fyrir ykkur sem að viljið fara náttúrulegu leiðina í að vernda heilsun ykkar og taka ábyrgð á eigin heilsu vegna þess að það er svo mikilvægt að við gerum það því það veit enginn hvað í rauninni hvernig okkur líður líkama okkar nema við sjálf og það er heldur enginn sem kannski finnur fyrir breytingunum eða hvað þarf að bæta. Og í mörgu tilvikum standa læknar bara gapandi frammi fyrir áskorun eins og því að vita hvað er að gerast í þörmunum okkar. Því að þeir eru náttúrulega heilt, hvað ég var að segja, svona leynigarður út af fyrir sig. Því að það er svo erfitt að sjá og skoða og meta hvað er að gerast þar. Þannig að þetta eru svona mikið til ágiskanir og það sem ég langar til að deila með ykkur í dag er þessi frábæri árangur sem ég hef haft af því að nota laxerolíu á kviðinn til þess að bæta, ég held að glerun sé sko, nei, til þess að bæta ástandið í smáþörmum og ristli og til þess að draga úr bólgum sem ég er búin að vera í rauninni vita af en halda að ég gæti ekki gert neitt við. Þannig að þegar ég fór að nota laxerolíu í bakstrana svona mikið og reglulega eins og ég er búin að gera núna í tæpa 6 mánuði, tæpa 6 mánuði, að þá finn ég hversu ofboðslega öflug þessi olía er að því hún gengur svo vel inn í húðina. Og það sem ég hef verið að gera er að setja laxerolíu í bakstra á kviðinn því það hefur verið vandamáli mitt alveg síðan ég bara barn svona meltingavandamál og væntanlega samgróningar og bólgur sem urðu til í framhaldi af því að ég var skorin upp fyrir naflasliti þegar ég var barn. Svo þetta er alveg langtíma dæmi sem ég er að takast á við og ég geri þá líka grein fyrir því að það þarf að hafa úthald að því að þegar við erum að nota náttúrulega leiðir þá ganga hlutirnir hægar kannski fyrir sig en þeir ganga samt og að skila árangri og það sem ég hef gert er ég hef til dæmis notað svona busta sem hægt að fá bæði í systrasamlaginu og hjá Mamma veit best alveg frábær með bambushárum og svona gúmmí tindum í þannig að ég busta kviðinn á kvöldin áður en ég setja á mig baksturinn og ég nota þá hringlagar hreyfingar og byrja frá nafla og út í hring alveg út af mjaðmabeinum og síðan endurteki þetta nokkru sinnum. Ég segi gjarnan ég vilja endurtaka það 9 sinnum eins og þeir gera í kínverskri læknisfræði, það er mjög mikið talað um 9 í öllum ferlum hjá þeim og svo tek ég fram baksturinn minn sem er svona í laginu. Þessi er sérstaklega ætlaður fyrir lifur og gallblöðru en að það er líka hægt að nota hann yfir allan kviðinn eða bara svona hliðarmegin og þá aftur fyrir lifur og gallblöðru svo að hann er handhægur. Það er líka til svona stórir bakstrar sem eru svona, hvað ég segja, ferkantaðri, þeir eru ekki með svona beygjum í og þá er hægt að nota yfir allan kviðinn og alveg niður í rauninni í nára. En það sem það er bómullarhlið hérna megin og hérna hinum megin er svona vökvahelt ytrabyrði sem gerir það verkum að það myndast hiti þegar við setjum baksturinn á líkamann sem hjálpar olíuna að ganga inn í húðina og maður er búin að opna hana með því að sko busta húðina fyrst að þá er hún miklu tilbúnari til þess að taka við olíunni heldur en við gerðum það ekki. Það þýðir ekki að það sé alveg nauðsynlegt en það er, við opnum hana, við losum okkur við dauðu húðfrumurnar sem eru í ysta-laginu og og þá er búið að opna hana þannig að hún er opnari fyrir því að taka við olíuna. Það sem ég geri síðan er að ég á nokkrar mismunandi stærðir af þessari laxerolíu Queen of Thrones sem fæst hjá Mamma veit best. Þessi til dæmis er alltaf tekið með ef ég er að fara í ferðalög eða eitthvað þess aftar og ég set svona mjóa tauma af olíu innan á baksturinn og síðan legg ég hann saman svona. Þannig og aðeins svona færa hann til þannig að olían gangi vel inn í
bómullar hliðina og síðan setja hann á kviðinn og bind og böndin eru með teygju, þau eru teygjanleg, þannig það þarf enginn að kvarta eða kvíða því að þau ná ekki utanum þau, því þau eru þannig að það er hægt að teygja þau vel og ég í rauninni sit þau aftur fyrir bak og svo fram fyrir aftur og bind þau þar og þau tryggja það að baksturinn helst við vel við líkamann og það sem ég geri er ég nota bara alltaf sama baksturinn og ég set nýja olíu á svona kannski 2 til 3 daga fresti eftir hvað ég set mikið af olíu í hvert skipti og þannig endurnýja ég byrðarnar í bakstrinum og svo eftir cirka 6 mánuði þá endurnýja ég bara og kaupi nýjan bakstur af því að það ætla að reyna að þvo olíuna úr, það þýðir að þú ert að setja fullt af alls konar efnum í baksturinn sem að síðan ganga þá bara líka inn í húðina, þannig ég tel fyrir mig allavega að það sé betra að hafa bara bómullar hliðina að mér og að fá olíuna beint úr henni. Og það sem ég er búin að upplifa og það sem ég ger svo þegar ég vakna á morgnana er að ég nota frottistykki eða svona þvottastykki bara til að strjúka yfir kviðinn til að taka þá olíu af sem er umfram þegar að ég tek baksturinn af mér og síðan leggst ég upp í rúm aftur og ég nudda ristilinn. Og ég er náttúrulega búin að finna alveg ofboðslega mikla breytingar á bólguhnúðum sem voru og hugsanlegum samgróningum í ristli og smáþörmum á þessum tíma sem ég er búin að vera að nota bakstrana og þegar maður nuddar ristilinn að þá hann gengur niður vinstra megin og þá byrjar maður rétt undir bringubeinunum, undir rifbeinunum og maður nuddar hægt og rólega með svona hringlaga litlum hreyfingum niður í nára, alveg vel niður í nára og síðan færi maður sig yfir hægra megin þar sem er uppgangandi hliðin á ristlinum og nuddar alveg eins þar upp að rifjónum og svo þvert yfir kviðinn og aftur niður. Þannig að ef maður byrjar vinstra megin að það þýðir að maður, ef það er einhver úrgangur þar sem þarf að komast út þá byrjum við á að ýta honum niður áður en við förum síðan að vinna með að ýta áfram því sem kann að vera á öðrum svæðum í ristlinum. Og það getur verið loft og það getur verið svona lofttappar og það getur verið fyrirstöður og það getur verið uppsafnaður úrgangur innan á ristilveggjónum og hvað annað. Þannig að með því að gera þetta og virkilega hafa það úthald að setja bakstur á sig á hverjum einasta degi eða á hverju einasta kvöldi. Það er auðvitað hægt að setja líka á yfir daginn en það er mjög gott að hafa það á nóttunni vegna þess að við erum í hvíld og við liggjum kyrr og við erum ekki að bogra eða beygja okkur eða annað þess aftar þegar við erum í rúminu. Svo það er gott að hafa baksturinn á sér á nóttunni og síðan að nudda og til þess að fá í rauninni ristilinn til að fara að vinna betur sjálfan vegna þess að það sem að gerist þegar við erum með meltingavandamál er að það safnast úrgangur innan á ristilveggina sem að situr svo þar sem gerir það verkum að þessi hreyfing sem á að vera í ristlinum þar sem hann dregur sig saman og ýtir áfram úrganginu hún dettur niður, hann hálflamast svo við erum bara að koma nýju lífi í hann aftur og það sem að ég bendi gjarnan á þennan litla blett sem er á kinnina á mér vegna þess að samkvæmt kínverskri læknisfræði þá tengist þessi partur af andlitinu ristlinum og það sem er að gerast eftir ég fór að nota laxerolíu á andlitið og á kviðinn er að bletturinn er smátt og smátt að dofna og hann er líka orðinn rauðari, hann var orðinn svolítið brúnn. Þannig að ég trúi því að hvar sem hefur verið skemmd eða skaði í ristlinum að þá sé sá skaði að batna þannig að ég hvet þig hver sem þú þetta hentar bæði körlum og konum ef þið eru með meltingavandamál
að nota þessa náttúrulegu aðferð í staðinn fyrir að vera að taka lyf til þess að losna við úrganginn úr ristlinum, að vinna þá frekar á bólgunni sem að til staðar og hjálpa ristlinum að hreinsa sig sjálfan. Ég ekki að segja þegar aldrei að nota einhver lyf til þess að örva losun, en það að venja sig á að gera það þýðir að í rauninni að þá missir ristillinn alveg þessa hreyfigetu, þannig að það er betra að passa upp á hann á annan hátt, meðal annars með þessu, og þetta er fín og náttúruleg leið sem allir eiga að geta gert, og ég er búin að vera mjög lengi með þessa stóru flösku mína, þannig að má segja hún er búin að endast mér alla 6 mánuðina, svo þó það sé svolítið fjárfesting í upphafi, að þá er þetta eitthvað sem að endist mjög lengi, og með því að nota þetta vel, þar að segja vera ekki að bæta í baksturinn á hverju kvöldi, því það getur líka þýtt að olían leki út fyrir baksturinn, heldur að nota bara á lítið í einu en bæta í svona annan eða þriðja hver dag. Ég ger oft þriðja hver dag. Og þið náðu árangri. Það breytist líðanin og það er auðvitað það besta. Svo ég ætla bara að kveðja með þessu og hvetja ykkur til þess að nýta ykkur þessi ráð, af því að þá þið virkilega að vinna að bótum á heilsunni. Sendi kærleik og ljós og takk fyrir að hlusta. Ef þið líka það sem ég var að tala núna, væri ég þakklátt fyrir like og jafnvel subscribe líka til þess að þættirnir mínir dreifist aðeins betur. Takk.